Sæl veriði, Heiða heiti ég og framkvæmdastjóri íslenska nýsköpunarfyrirtækisins LearnCove. Í þessu myndbandi langar mig að sýna ykkur inn í hugbúnaðinn okkar og hvernig iðnfyrirtæki geta nýtt sér þjálfunarkerfi eins og LearnCove til að gera innleiðingu á tækjabúnaði og þjálfun viðskiptavina skilvirkari. Mörg framleiðslufyrirtæki hafa staðið frammi fyrir því í COVID að þjálfun viðskiptavina hefur verið flöskuháls í sölu og innleiðingu á tækjabúnaði. Hingað til hafa þjálfarar verið sendir allan heim til þess að kenna á tækin sem eru oft ekki verið hægt í miðjum heimsfaraldri. Sérstæða LearnCove liggur í því að vera miðlæg rafræn verkfærakista fyrir þjálfun sem styður bæði stað- og fjarþjálfun. Með LearnCove er hægt að þjálfa betur nýtt starfsfólk, stytta tíma sem fyrir staðþjálfun og spara kostnað. Þar að auki fá viðskiptavinir framleiðslufyrirtækja betri þjónustu og hafa áframhaldandi aðgang að fræðslu notkun tækisins, viðhald og viðbragðsáætlanir. Eitt af því sem skiptir þessi framleiðslufyrirtæki sérstaklega miklu máli er að LearnCove er með sjálfvirkar textaþýðingar á 107 tungumálum, aðgang fyrir þýðendur og þjálfari og starfsmaður geta spjalla á sitt hverju tungumálinu. Þannig geta þessi fyrirtæki selt vélar sínar inn fleiri markaðssvæði og málsvæði án þess að þurfa að leggja út í mikinn kostnað og þýðingar. Starfsmaðurinn einfaldlega velur sitt tungumál og notendaviðmót og textar verða sjálfkrafa á hans móðurmáli. Mikil áhersla er lögð á það í LearnCove að hver viðskiptavinur eða samstarfsaðili fái aðeins aðgang að því efni sem nýtist honum. Til þess býr LearnCove til fræðslunet undir vörumerki hvers framleiðslufyrirtækis, svo auðvelt sé að veita aðgang að viðeigandi efni fyrir viðskiptavin. Efni getur verið mjög fjölbreytt frá skjölum, myndböndum og allt yfir í verkefni sem eru framkvæmd í sýndarveruleika. Ef við færum okkur inn í LearnCove, þá langar mig að byrja á að sýna ykkur hvernig þjálfari sér efni sitt og vinnur með það. Hér er ég sem sagt innskráð sem starfsmaður hjá fyrirtæki sem heitir Flowline og þetta fyrirtæki hefur búið til ýmis tæki fyrir sjávariðnaðinn og við skulum bara líta hér inn í til dæmis öryggispakka sem hefur búin til, en hér getum við búið til ólíka efnispakka og lagt fyrir okkar viðskiptavini. Hér erum við til dæmis með ýmis myndbönd, við erum með vinnustofur og við erum með spurningalista, en ég get sem sagt bætt í þannan öryggispakka með því að sækja tilbúnar einingar úr svona miðlægu safni og ég get líka búið til nýjar einingar frá grunni sem geta verið ýmist myndbönd eða efni, verkefni, spurningalistar og svo framvegis. Ef við erum búin að taka saman efni sem ákveðin viðskiptavinur ætlar að nálgast, að þá ef við skiptum yfir í sérstakann skóla fyrir okkar viðskiptavin, að þá er hér búið að hjálpa viðskiptavinum Northern Seafood að búa til mismunandi hópa fyrir þeirra starfsmenn. Og hér eru við til dæmis með tæknideildina að þar er búið að taka saman öryggisferla og ákveðna ferla varðandi hreinlæti. Og hér inni, eins og við sjáum, eru myndbönd og ýmis verkefni, þetta geta verið hópverkefni eða spurningalistar. Og þetta fyrirtæki fær sem sagt þessa efnispakka bara tilbúna frá sínum framleiðanda og þetta er þá efni sem kemur að þessum vélum sem að fyrirtæki var að kaupa og það eina sem þessi viðskiptavinur þarf í rauninni að gera er að bæta sínum starfsmönnum inn á þessa línu. Þá er það í rauninni öll tæknideildin myndi fá aðgang að þessum pökkum. Og ef við pröfum núna að færa okkur yfir í aðgang starfsmanns, að hér er ég semst innskráður sem starfsmaður í tæknideild. Og sem dæmi þá ætlum við að fara hér í gegnum öryggisferlana. Og þá fæ ég hér aðgang að myndböndum og ýmsu öðru efni. Mínir yfirmenn geta þá fylgst með hvort að ég hafi lokið þeim viðfangsefnum sem ég á að vera að sinna. Og ef við pröfum til dæmis bara hér að svara spurningalista, að þá er sem sagt hægt í kerfinu að púsla saman alls konar ólíkum tegundum af spurningum og setja fjölbreytt efni. En ef við förum aftur hérna tilbaka, að þá erum við sem sagt líka með innbyggt inn í kerfinu tungumálastöðning. Þannig að þessi starfsmaður, hann hafði hér fengið aðgang að filippísku líka.
Þannig að hægt þá að skoða leiðbeiningar og ýmis atriði á fílupesku. Þetta auðvitað sjálfvirkar þýðingar og þannig að þetta kannski brúar bil en þetta ekki fullkomin þýðing. En þá get ég sem starfsmaður sendt skilaboð á minn yfirmann eða þjálfara ef ég hef einhverjar spurningar út í verkefni sem ég að vinna. En ég held að ég láti þetta bara gott heita. Og ef þið viljið lesa eitthvað meira til LearnCove þá getið þið farið inn á learncove.is en annars þá vil ég bara þakka fyrir mig.